Góða kvöldið og verið velkomin á þetta þriðja fræðslukvöld Geðhjálpar og þökkum hlutverkasetrinu fyrir afnot af salnum. En í kvöld þá mun Rósa Richter fjalla áföll, hvað veldur þeim, afleiðingar þeirra og hvernig hægt að öðlast bata eftir þau. Hún lýsir EMDR áfallameðferð, uppruna meðferðarinnar og árangur og hún mun einnig lýsa EMDR meðferð fyrir hópa, hvernig listmeðferð var saman við EMDR og bara við erum með bara fólk í salnum og fólk heima, þannig að bara njótið. Takk fyrir kærlega. Ég held því sem heima. Sæl og blessuð, ég heiti Rósa Richter, ég sálfræðingur og listmeðferðarfræðingur. Og það er mér mikill heiður að fá að koma að kynna vinnuna mína og kynna þessa meðferð hér í kvöld. Ég ætla kannski að byrja á því, oftast þegar ég hef meðferð með fólki og yfir höfuð í vinnunni minni, þá finnst mér áhugavert að líta ekki bara á vandamálið og uppruna þess og svoleiðis, en mér finnst mikilvægt að skoða hvert stefnu við, hafa einhvers konar sýn og og í því samhengi getur verið áhugavert fyrir okkur núna að taka okkur bara kannski 1 mínútu og skoða hvernig lítur vellíðan út fyrir mér og hvernig líf vil ég skapa mér. Ef við tökum okkur bara svona 1 mínútu og þetta svona kannski æfingi í ímyndun og þið getið jafnvel lokað augunum og séð fyrir ykkur eitthvað líf sem væri öðruvísi eða líf sem væri þannig ef þau væri búin að vinna úr því sem þið eftir að vinna úr eða losna við eitthvað eða fá eitthvað í eitthvað líf sem þið þráið. Bara svona smá æfing. Og þið megið loka augunum og skoða það og sjá hvað kemur. Leyfið ykkur að baða ykkur svolítið upp úr þeirri mynd. Og ef ykkur tekst að finna eitthvað fallegt, má ég sjá með handaruppréttingu hver er búin að finna eitthvað svona ánægilegt til að hugsa um. Já, ég held að séu flesti konur með eitthvað fallegt. Er þið tilbúin að setja hendurnar svona í kross og að því það hefur verið rannsakað að við munum jákvæðar myndir ekki eins vel og neikvæðar, heilinn er þannig skapaður því miður. Þannig við þurfum að dvíla með jákvæðum hugsunum og tilfinningum aðeins lengur til að festa þær í heilanum. Þannig við gætum verið með þessari mynd í milli 10 og 20 sekúndur og bankað svona hægt og rólega, hægri og vinstri, milli hægri og vinstri og sjá þetta fyrir og vera áfram í myndinni, sjá fleiri smáatriði, finna hvernig veðrið er einhver ilmur, hvernig er tilfinningin. Stundum kemur manni á óvart hvað kemur þegar maður leyfir sér að fara í svona ímyndunaræfingu. Er einhver hérna inni sem að sá eitthvað sem man átti ekki von á að kæmi í myndina? Nei, þetta var alltaf eitthvað sem þið sáuð fyrir. Ekkert sjokk, þetta er eitthvað sem þið vissuð. Já, hjá mér komu fleiri fiðrildi en ég átti von á. En það getur alls konar komið til manns. Allavega. Þannig að, í þessari vinnu gott að vita hvernig líf vil ég stefna að og hvað er hamingja fyrir mig. Og svo á hinn bóginn, þegar að vinnan hefst, þá fer maður í smá svona vörutalningu og skoðar hvernig er ástandið í raun og veru, er einhver afneitun eða svoleiðis. Og þá er líka gott að sjá, segir maður með einhvern ósið eða er í einhverju skaðlegu sambandi eða er að gera eitthvað sem maður veitir ekki nógu sniðugt. Og maður sér fyrir sér hvað gerist í mínu lífi ef ekkert breytist, ef ég ger ekkert í þessu. Hvernig verður líf mitt eftir, segjum sem svo ég fann að fá mig kannski 1 bjór á kvöldin eða svo stundum 2, hvað gerist ef þetta bara þróast og ég ger ekki neitt. Þannig að það er mikið atriði þá líta kannski hvernig væri þá líf mitt eftir 5 ár. Og það getur verið svona pínu hvetjandi eða pínu svona kannski wake up call, bara ég þarf kannski að breyta einhverju, get ég breytt í það líka oft þegar að fólk
þegar því líður illa þá upplifir það, getur það ekki. En ég mun fara aðeins út í það að það eru svo margar meðferðir og aðferðir sem að hjálpa manni að breyta því sem maður hélt ekki að maður gæti breytt. Og við höfum prófað alls konar ráð, fengið einhvers konar fyllt einhverjum matakúrum eða opnað einhver upp og svoleiðis og héldum að nú væri þetta komið og svo bara eftir mánuð og eins og flesti megrunarkúrar enda þannig að fólk bætir öll á sig og aðeins meira. Og niðurstaðan sú að sjálfsmatið enn lægra og það meiri vonleysi, ég algjörlega ónýtur og í raun og veru hafa aldrei verið fleiri upplýsingar og heilsu. Við höfum aldrei vitað meira heilsu, hvernig maður á að borða hollt, hvað maður að forðast, hvað maður að taka inn. Það hafa aldrei verið til meiri ráð og tæki og meðferðir. Samt hafa aldrei eins margir verið veikir og bæði andlega og líkamlega. Tölurnar fara bara stöðugt upp. Í dag 1 af 4 með andlegan sjúkdóm eða andlega veikur 1 af 4 að meðaltali í vestrænum heimi sem mjög há tala. Og við veltum fyrir okkur hvernig stendur á þessu. Ég gat alveg staðið mig í einu, ég gat alveg náð árangri í þessu, en af hverju get ég bara virkilega ekki náð neinum tökum á mataræðinu eða einhverjum samskiptum eða eitthvað eða af hverju kem ég mér ekki út úr þessari depurð eða hvað sem það og þá geta áföll verið svarið og í raun og veru sálfræðin og geðlækningar að komast að því í auknum mæli að það eru oft áfall á bak við það sem að hrjá okkur, bæði andlegan vanda og líkamlega veikindi og sjúkdómar. Hvað áfall? Það ekkert mjög langt síðan að í sálfræðin að byrja að tala áfallastreituröskun, það var í 8. áratugnum og í dag meira segja ef maður ætlar að fá greiningu þá þarf maður að uppfylla ákveðnar kröfur, maður þarf að vera útsettur einhverjum atburði eða eitthvað kemur fyrir sem ógnar þér, velferðinni eða lífi. Þú þarft að endur upplifa það reglulega eins og fá martraðir eða flashbacks eða þetta kemur ljóslifandi aftur og aftur. Það þarf að vera einhvers konar forðun í gangi þannig að þú forðast staðinn eða þú forðast að hugsa þetta eða forðast tilfinningarnar og svo líðandinn breytt, líkamlega spenntur, kannski stress eða svefnörðuleikar og þú bregst bregst harðar við einhverjum áreitum. Þannig og öll þessi atriði þurfa að hafa verið til staðar í 1 mánuð og vera verulega truflandi í lífið þínu til að fá greiningu. Og það ekki mjög margir ég með bandarísku tölurnar hér í þessum gögnum, það bara 3,5% allra bandaríkjamanna með þessa greiningu sem í raun og veru mjög lítið, 9% allra yfir alla ævi þeirra. Þannig að þessar tölur í raun og veru gefa í skyn að þetta ekkert mjög algengt. Og maður sér fyrir sig hvað áfall og í raun og veru gamli skilningurinn á því var, það eru náttúruhamfarir, það gerðist eitthvað hryllilegt og manneskjan, það eðlilegt að manneskjan jafni sig ekki eftir það. En svo það margt annað sem getur verið áfall og haft alvarlegar afleiðingar. Dettur ykkur eitthvað í hug annað en náttúruhamfarir, stór slys, eitthvað lífshættulegir atburðir sem geta verið áfall? Vanræksla í uppeldi, akkurat. Það einmitt eitt af því sem við tala, það stórt áfall og veldur röskun, getur valdið svona langtíma eða flókni áfallaröskun. Já, einmitt. Eitthvað annað sem að skilnaður. Hvað meira? Vera ekki á vinnu, Já, einmitt, missa vinnu, fá ekki, vera lengi í atvinnuleit,
allt þetta getur haft djúpstæð áhrif á sálarlíf okkar og í sálfræði þetta kölluð, eða í áfallafræðunum þetta kölluð litlu áföllin, eða small t trauma á ensku. Þú veist, einhverju atburðir sem áttu sér stað í grunnskóla til dæmis geta haft mjög alvarlegar afleiðingar þar sem eftir ævinni þar til maður vinnur úr þeim. Og einmitt eins og þú varst að nefna, það vanræksla eða heimilisofbeldi, eitthvað í uppeldinu, á uppeldisheimilinu, geðsjúkdómar, fíknir eða einhver veikindi. Og svo í raun og veru eitt sem hefur mjög alvarlegar afleiðingar að fá ekki örugg tengsl frá fjölskyldu sinni, frá foreldra sínum, segjum að þótt allt líti vel út og annað foreldrið eða bæði ekki færum að veita barninu örugg tengsl, þá hefur það djúpstæðar afleiðingar fyrir einstaklingin. Sér alveg rætur niður í bara unga barn? Algjörlega, þetta byrjar oftast þar og jafnvel í móðurkviði. Þar upplifir fóstrið streituna og höfnunina og allt þetta. Það byrjar þar í raun og veru. Samkvæmt því sem ég trúi, það kannski ekki búið að sanna það. Og í raun og veru skilgreiningin á áfalli hvernig ég upplifi það og hvaða áhrif það hefur á mig. Það atburður sem að breytti mér, þótt að kannski sami hlutir myndi koma fyrir aðra manneskju, myndi ekki hafa nein áhrif á hana ef þetta kemur fyrir mig og ég ræði ekki við það og mér finnst ég vera breytt manneskja eftir þetta hafi skadað mig, þá þetta fyrir mig, þá var þetta áfall fyrir mig. Og ef við skoðum þessa greiningar skilmerki fyrir áfallastreituröskun, þá var það að hafa orðið fyrir einhverju slæmu. Og ef við tökum víðari skilning á áföllum, þá það til dæmis að verða fyrir því að höfnun í barnæsku, segjum sem svo, fá ekki það öryggi sem maður þarf. Og þá maður komið með eitt, forðun að forðast. Kannist þið við að forðast tilfinningar ykkar eða forðast hugsanir? Þið kannist við það, ok. Og það til ýmsar leiðir sem við notum til að forðast, til dæmis okkur líður illa, hvað getum við gert? Og segjum við ætlum ekki að fara inn í það, skoða og hvað gerðist, segjum við höfum kannski, já, hvað gerum við? Eitthvað gott að borða. Já, eins og þessi, einmitt, maður fær sér eitthvað að borða og ég meina þetta einfaldasta leiðin til að deyfa sig, fá sér bara aðeins meira súkkulaðinu og örlítið meira og þú veist, kíkja í skápinn og það bara lagar ýmislegt. Og eða þá hvað annað nota maður? Vímuefni. Búm, eitt kaldan eftir vinn. Þessi fattaði upp á þessu líka og það eru náttúrulega ótrúlega margir sem að detta inn í þetta, þótt þeir myndi ekki flokkast sem alkóhólistar sem eru farin að nota þetta allt of reglulega. Og maður sjá hvað meira höfum við. Vinnufíkn. Þið fylgir nákvæmlega glærunum. Sko, vinnufíknin, týna sér alveg í vinnunni. Maður þarf ekkert að vera með sjálfan sér, maður þarf ekkert að upplifa allar þessar erfiðu tilfinningar, maður bara alveg í vinnunni, allan daginn, tekur yfir vinnu og svo líka bara heldur áfram á kvöldin að svara einhverjum mailum eða eitthvað. Þannig að það rosalega fín, flotta leið. Og það náttúrulega til margt annað og í raun og veru væri hægt að telja upp allar fíknirnar. Þú veist, það er spilafíkn, það kynlífsfíkn, sambands- og svona ástarfíkn, vera bara með hausinn alltaf í einhverju sambandi sem að mun ekki aldrei ganga upp eða sem að gerir mann óhamingjusaman að eilífu, bara til að þurfa ekki að feysa sína eigin líðan. Og við förum í þá eftir og einangrun í raun og veru eru allar þessar fíknir og allar þessar hegðanir ákveðið form af einangrun. Maður í staðan fyrir að leita að tala við einhvern eða fá tengsl hjá öðrum, þá bara sefa maður sér sjálfur.
Býtu, hér ein fíkn sem að við vorum ekki búin að tala það tölvufíknin og flestir eru nú á Facebook en þessi ungi maður, hann fékk hérna heimavinnu og hann átti að skrifa niður, finna hverjar eru 7 dauðasyndirnar og hann byrjaði á fyrsta sem var sloth sem þýðir leti og 2-7 þá sagði hann skiptir ekki máli, hann hefur ekki nefnt kannski að klára það. Þannig að þannig að þessi maður, ungi maður eins og mjög margir, ungi menn og líka unga konur hverfa svolítið í tölvuheimana, hvort sem það eru tölvuleikir, Facebook eða hvað sem að fólk gerir. Eða bara í símanum, já, einmitt, vera bara, já, í alvöru, það náttúrulega flestir bara í símanum, ekki í tölvunum lengur. Alveg rétt, þetta úrelt. Og það ekki bara, þeir ekki eins og að svara heimavinnu. Þetta var, Ég ætla aðeins að hérna kynna fyrir ykkur eina rannsókn, bara að því hún mjög áhugaverð og hún sýnir í raun og veru hve alvarlegar afleiðingar öll þessi áföll sem við verðum fyrir í barnæsku hafa. Og áður en að þessi rannsókn var framkvæmd og sérstaklega áður en að það hófst að safna gögn, áður en að var verið að, áður en þetta kom út, það var í raun og veru engin bein gögn það að áföll valdi sjúkdómum. Þetta var svona fyrsta rannsóknin sem að sannaði það. Og það þessi Adverse Childhood Experience rannsókn. Það var mjög áhugaverður læknir og vísindamaður sem hét Feletti í Bandaríkjunum og hann hafði stofnað prógram fyrir fólk sem var í yfirþyngd og þetta var fyrir fólk sem var í Kaiser Permanente, það svona kerfi, svona sjúkratryggingakerfi í Bandaríkjunum. Þú borgar mánaðarlega gjöld og þá tilheyrir þessu sjúkrahúsi og þú borgar ekkert meira eða minna hvort þú þiggir meðferð eða ekki. Og hann bjóð til þessa meðferð til að hjálpa fólki yfirþyngd og fekk alveg töluvert af fólki inn í þetta og það var mjög árangursríkt. Þetta var fólki mikill yfirþyngd, það var að léttast 10, 20, 30 kíló en svo átti hann sig á því að eftir einhver tíma þegar var prógramið svona hálfnað þá datt helmingurinn út. Bara systematist og hann skildi þetta ekki, hann sagði þetta meikar engan sens. Fólk ekki að borga neitt ekstra fyrir þetta, það að ná alveg rosalegum árangri, þú veist, vera að líta betur út, akkur hættir það. Þannig að hann vildi komast að því og ákvaða að leggja fyrir spurningalista, bæði fyrir fólki sem datt út og fyrir þá sem héldu áfram og til að komast að því hver munurinn á þessum hópum. Og hann lagði fyrir alls konar spurningar líf þeirra, hvaða fólki hafði gert og svona. Og svo einhvern tímann í einhverju viðtali þá slysaðist hann til að segja hvað varstu þungur þegar þú stundaðir fyrst kynlíf. Og svarið var eitthvað svona 40 kíló og hann komst að því að þarna var manneskjan barn eða mjög ung manneskja og var í raun og veru að tjá óbeint, hann hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Og þá átti hann sig á því að það gæti verið einhver tengsl þarna á milli og hann fór bara að spurja svona aðeins beinna að því og hann komst að því að mjög stór hluti af þessum hópi sem datt út úr þessu prógrami hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Og hann fór þá að spurja nánar út í það hvaða hlutverk sem sagt bæði maturinn og þyngdin gegndu og þá var það til að deyfa, fyrsta sem okkur dettur í hug, deyfa sársauka, hvað gerir maður borðar, afleiðingin maður þyngist og hitt var líka það að í raun og veru var óttinn við það að lendi í þessu aftur svo mikill að það var öruggur að verja sig, að þannig að manneskjan hugsaði ef ég þá alltaf í þessari yfirþyngd þá svo minni líkur að ég lendi í þessu aftur. Þannig að þegar manneskjan var fann að léttast töluvert þá kom þessi partur sem var svo hræddur við að lendi í þessu aftur og sagði bara, heyrðu, hingað ekki lengra, nú bara förum við og verjum okkur áfram. Þannig að þessi maður, og þegar hann var komið þetta í hendurnar, þá hugsaði hann, ef að kynferðislegt ofbeldi svona beintengt við yfirþyngd, eins og í mínum hópi, hvaða áhrif hafa þá önnur áföll, barnæsku áföll við sjúkdóma sem birtast seinna meir. Og hann skoðar þarna 10 atriði
Og það eru sem sagt líkamlegt ofbeldi, andlegt, hann flokkaði þetta niður í svona 3 flokka, lengst til vinstri abuse sem þýðir ofbeldi, 3 tegundir, líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, svo í miðjunni vanræksla, það líkamleg vanræksla, til dæmis barnið sent í skólan í drullegum fötum, fær ekki nesti, kemst ekki til læknis að því foreldrarnir eru drukknir, þetta svona líkamleg vanræksla. Tilfinningaleg vanræksla, fær ekki hlýju, það ekki hlustað á það, það ekki spurt hvernig líður þér þegar eitthvað gerðist og svo framvegis. Og svo household dysfunction sem þýðir að það eitthvað að á heimilinu og þar flokkaðan, þetta bandarísk rannsókn, þannig að það eru mjög margir í fangelsi þar, ekki eins margir hér. Svona geðsjúkdómur á heimilinu, verður móðurinn fyrir ofbeldi, varð skilnaður, notkun á fíkniefnum og eða einhver í fangelsi. Og þetta eru 10 stig og þá mældi hann bara hópinn, hvað hefuru tikkur í mörg box og það þetta að googla í dag, ACE score, og þá getið þið fyllt út svona lista, hvað ég með hátt ACE score. Og svo maður hefur alveg upp á heimilið þar sem eitthvað mikið að, þá það fljótt að tikka, þá maður fljótt komin í 4 allavega. En já, þannig að hann komst að því að þetta, ef þú hefur orðið fyrir einhver af þessu, þá hefur það áhrif á líf þitt og hann fann það og þetta þýði fólk sem áskrifundur að þessu Kaiser Permanente sem borgar þessa heilbrigðistryggingu, sjúkratryggingu, sem sagt millistéttin og það venjulega, þú veist, fólk í vinnu, þannig að þessar tölur eru sem sagt, allt öðruvísi ef við tækum víðari hóp þar sem væri til dæmis meiri fátækt, þá væri þessi tala 66% þýðisins, þá væri hún miklu hærri, það vitað. Þannig að og þarna fann hann út, ef þú hefur 4 svona stig og ef við förum tilbaka, þú hefur síðan orðið fyrir andlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, eða segjum andlegu, líkamlegu, vanræksla, líkamlegu og andleg. Þú veist, sem að getur gerst á mjög mörgum heimilum á þess að það sé mjög áberandi. Þú komið 4 stig, þá áttu 7 sinnum hærri líkur á að þróa með þér alkóhólisma. Þú átt 2 sinnum hærri líkur á krabbameini, 4 sinnum hærri líkur á lungnasjúkdómi og ef þú ert með 6, þannig að þú ert með þess 4 og svo 2 hérna kannski geðsjúkdómur í heimilinu og hérna skilnaður, heldur ekkert algjörlega mjög óalgengt. 6 stig þá áttu 30 sinnum hærri líkur á sjálfsvígstilraun. Og það var sömu tengsl verið fundin milli þessara stiga og hjartasjúkdóma, heilablóðfalla, offitu og sykursýki. Þannig að það alveg fer ekki milli mála, áföll hafa áhrif ekki bara á andlega heilsu, heldur líkamlega heilsu. Og það var þannig var settur upp þessi píramídi sem sýnir í raun og veru skýr tengsl og ef þú hefur neðst niðri koma áföllin í bensku, svo næst hefur það áhrif á og í raun og veru búið að sýna að heili barna sem elst upp við erfiðar aðstæður, hann þróast öðruvísi, hann sem sagt hefur ekki eins mikla getu til að framleiða serotonín og dópamín, það eru sumir partar heilans sem eru minni, aðrir til dæmis eins og mandlan stærri, þannig það miklu hærri líkur á kvíða og vanlíðan og þannig heili barnsins sem alast upp við þessar aðstæður ekki eins, þú veist, ekki eins fær að mynda heilbrigð tengsl, að læra og aðlaga samfélaginu. Þannig það vitsmunaleg skerðing, það félagslega tilfinningaleg skerðing, eftir þetta heilsuspillandi hegðun, þú veist, meiri líkur á fíknum og svo seinna meir sjúkdómar, félagsleg vandamál og ótímabær andlát. Og í raun og veru komust vísindamenn að því að það ákveðin vítahringur sem fer af stað við það að verða fyrir áfalli og vítahringurinn í raun og veru það sem við erum búin að tala um. Þú sem sagt verður fyrir einhverju, heilindin breytist, þú ert viðkvæmari, þú hefur ekki eins góða getu og næsti maður til að ráða við lífið. Ramminn, það sem sagt ramminn þar sem þið líður allt í lagi, ramminn þar sem þú ferð ekki í svona
undirsnúning svo verður bara þunglundur eða þreyttur eða yfir það sem þú ert í algjörðu stressi eða önnur birtingaform, hann verður minni og minni. Þannig að þú þarft, það er miklu oftar sem þú hefur þörfina eða lönguna til að deyfa þig eða til að forðast. Þannig það byrjar á áfallið verður, þú verður viðkvæmari, ræður ekki við aðstæður, þolramin verður þrengri. Þú ferð að forðast meiri aðstöð, þú ferð að deyfa þig oftar. Það þróast fíknir út frá því þá heilsan þín skert, lífsgæðin þín skert, miklu meiri líkur á veikindum eins og við vorum að sjá og sjálfsmati minnkar og svo framvegis og því læra sjálfsmati því meiri veikindi, því meiri forðun, því meiri og svo framvegis. Þannig að þetta getur verið svona neikvæður spírall. Og eins og þið sjáið þarna ekki bara fólki sem lendir í lífshættulegum atburðum, það líka fólki sem lendir í alls konar í barnæsku sem eru bara svo mörg, bara flestir okkar myndi ég segja. Og hérna í raun og veru eru áfallafræðin búin að komast að því og hérna einn aðal sérfræðingurinn sem heitir Bessel van der Kolk. Hann segir að 5 af 6 sem leita sér hjálpar vegna andlegrar vanlíðar eru með undirliggjandi áfall. Og hann fyrir svo langt að segja ef við meðhöndlum ekki áfallið þá ber meðferðin ekki árangur. Hann segir við þurfum áfallameðferð. Það ekki nóg að einhver viðtalsmeðferð ekki nóg. Við þurfum að meðhandla áfallið. Og hvað til ráða? Að sjálfsögðu hafa sálfræðingar og geðlæknar reynt að meðhandla áfall og með misgóðum árangri og sem betur fyrir árangurinn að verða betri, miklu betri. Núna undanfarin 10 ár þá er árangurinn margfaldast og það einmitt það sem ég að fara að tala um á eftir sem EMDR. En þarna var maður sem heitir Charcot, Jean-Martin Charcot sem var uppi á 20. öld. Hann faðir taugavísindana. Og þarna þessi kona sem þetta svolítið þekkt málverk og þessi kona sem hann að styðja við, hún ein af sjúklingunum hans og hún var með svo kallað hysteríu. Á þeim tíma voru margar unga konur sem veiktust af þessu og það skildi enginn hvaðan það kom. Allt í einu konur sem voru líkamlega, fullkomlega friskar og allt í lagi með, allt í einu lamaðist ein hendin eða einn handleggurinn eða báði fótleggirnir og enginn skildi neitt og ekkert var hægt að gera fyrir þær og þær voru komnar þarna inn á þetta geðsjúkrahús í París þar sem hann starfaði og hann vildi meina ástæðan fyrir því að þær eru að lamast að þetta bara líkamlegt birtingaform á áfalli. Þessar konur hafa orðið fyrir áfalli og það engin vettvangur fyrir þær að tjá það, þær ekki að fá neina hjálp við áfallinu, þess vegna líkaminn að sýna það eitthvað sé að og þá fá þær athygli og þá hlúð að þeim og og í raun og veru og í raun og veru ástæðan fyrir þessum veikindum áfall og hann vildi meina í þessum tilfellum væri það oftast kynferðislegt áfall og þannig hann var í raun og veru búin að komast að þessu sem að seinna minn Filetti kemst að það áfall og það enginn að sinna áfall, það enginn að spurja hvað gerðist, það má ekki tjá það var enginn til að hlusta á þetta á þeim tíma, þá þurfti maður að finna einhverja leið og þá var í raun og veru líkaminn eins og the body keeps the score eins og áfallabókin heitir líkaminn birtir þá í lokin áfallið ef það ekki losað úr kerfinu öðruvísi. Og þannig að það var og eftir hann þá seinna meir það var ekki tekið mikið mark á þessum kenningum seinna meir og það var meira farið í vitsmunalegar meðferðir og það var haldið að við getum bara talað okkur út úr áföllunum og það reynist ekki vera rétt. Og sálfræði meðferðir báru mjög lítinn árangur mjög lengi og fyrir fólk sem var með áfallastreituröskun var mjög lítil von, þeir gátu setið 10 sálfræði viðtöl eða 100, það breytti mjög litlu. Breytti mjög litlu en það urðu mikla breytingar á þessari öld. 2001 var ráðist á tvíburaturnana og þá voru þúsundir bandaríkjamanna sem urðu fyrir miklu áfalli
og þetta voru ekki einhverjir hermenn sem voru að drekka sig í hel sem enginn hafði áhuga á. Þetta voru hvítflippamenn og mikil peningar og mikil völd og þarna allt í einu voru mjög mikli fjármunir til að rannsaka áfalla streituröskun eða rannsaka áföll. Þannig að Bandaríkjastjórn kallaði til helstu áfalla sérfræðinga allstaðar frá, bjóð til áfalla teymi til að rannsaka áfalla meðferðir, rannsaka áföll, skoða heilan, bara allt sem þið gátu fundið út til að hjálpa þessu fólki og bara Bandaríkjamönnum sem hafði orðið fyrir áfalli. Og það sem sagt fór af stað mikil vinna og niðurstöðurnar voru þær að heilin breytist við áfalli eins og ég var að lýsa áðan. Hann sem sagt stakka sumi partar heilans, aðri partar minnka. Litlu áföllin í raun og veru sem vitum við í dag. Litlu áföllin sem það sem gerist í barnæsku sem var ekki áberandi hafi sömu eða alvarlegri afleiðingar en stóru áföllin. Áföll orsaka fíknum eða eru beintengd fíknum. Ég ekki alveg vissum með þetta orð hvort það sé rétt, en eru beintengd fíknum. Því meiri áföll, því meiri fíknir og ef maður ætlar að hjálpa mannesku sem illa haldin fíknum þá mikilvægt að vinna úr áföllunum. Viðtalsmeðferð ein og sér virkar ekki og svo voru rannsakaðar ýmsar meðferðir og kom í ljós að þær meðferðir sem virkuðu best var áfallamiða HAM og EMDR. En áfallamiða HAM löng meðferð og mikil heimavinna og þannig að EMDR miklu hraðvirkara og var þar að leiðandi vinsælast. Eða talið mælt með því. Og svo var líka mælt með meðferðin sem vinna með líkamann, svona bottom up, þar sem að maður ekki bara í hausnum, heldur maður notar hreyfingu, maður notar listir, maður notar öll skilningavitin. Þannig að þetta voru svona helstu niðurstöður hópsins. EMDR, hvað EMDR? EMDR stendur fyrir Eye Movement Desensitization Reprocessing sem vísa til þess að upprunalega var notast við hreyfingar og ennþá gert í þessari meðferð. Eye movement og desensitization afnema, maður verði ekki eins næmur fyrir áfallinu lengur í raun og var að því maður búin að vinna úr því, og reprocessing og maður tekur gamlar upplýsingar eða gamla minningar og vinnur úr þeim upp og nýtt. Og þetta Francine Shapiro, konan sem fann upp á þessari meðferð. Hún var sem sagt sálfræðingur og hafði sjálf lent í alvarlegum áföllum, hafði fengið krabbamein, hafði mikinn áhuga á meðferðum sem unnum í líkamannum. Og var líka að vinna með hermönnum sem voru með áfallastreituröskun og náði engum árangri og var mjög frústreruð. Og þannig hún var alltaf að reyna að finna einhverja leiðir. Hvernig get ég mögulega hjálpað þeim og okkur sem eru áfallastreituröskuð. Og svo einn daginn var hún í göngutúr í einhverjum garði og henni leið mjög illa þegar hún fór í gönguna. Og svo fór hún sinn venjulega hring og eftir hringinn leið henni ótrúlega vel og hún skildi ekki af hverju var svona mikil breyting, hvað gerði ég öðruvísi. Og hún rifjaði upp á einhverjum tímapunkti á göngunni, þá flöktuðu augun hennar svona milli hægri og vinstri svona hratt, eins og í REM-svefni. Og hún og henni datt í hug að gæti verið út af því, þannig hún ákvað bara að gera tilraunir á því, bæði með sjálfan sig og svo fékk hún vini sína og hún átti að sjá því það var erfitt að gera þetta sjálfur, þannig hún bara veifaði fingrunum svona fyrir framan andlitið á manneskinu og baði hann að fylgja með augunum. Og hún sem sagt komst að því að ef manni líður mjög illa og í miklu uppnámi, bara það að hreyfa augun svona milli hægri og vinstri hratt, þær með róar það og dregur úr sásökanum. Þannig hún fór að gera alls konar tilraunir hvernig geti nota þetta í áfalla meðferð og hún blandaði saman svolítið úr haminu, svolítið úr psykodínamískri meðferð og þróaði þessa EMDR meðferð. Og EMDR meðferðin alveg ótrúlega árangursrík. Þegar ég fór að læra þetta þá átti ég ekki orð og í raun og veru hef ég ekki hægt að vinna með þetta síðan daginn sem ég fór að læra þetta. Bæði
sem sagt gerist eitthvað, upplifunin svo einkennileg, maður upplifir áfallið allt í einu á annan hátt, sumir muna eitthvað sem þeir hefðu ekki munað áður, ekki allir, og maður upplifir það ljóslifandi en svo, og oft mikinn sársauka, en svo eftir smá tíma þegar búið að vinna úr þessu og þegar maður er búin að fara í gegnum þess að bara eitt EMDR viðtal, þá allt í einu upplifa maður alveg ótrúlegan léttir og það sem manni fannst mjög erfitt eða óbærilegt að hugsa fyrir kannski bara hálftíma eins og bara eitthvað, já, þetta gerðist, þetta var bara í gamla daga, þetta búið. Þannig að þetta mjög virk meðferð, ótrúleg meðferð og hefur verið mjög mikið rannsökuð og ótal rannsóknir hafa sýnt árangurinn að þeir sem eru með áfallastreituröskun eftir einhverju EMDR meðferðir eru ekki með hana lengur. Þarna eru tölu 100%, þarna í einnir, þetta eru mismunandi rannsóknir, 100% af þeim þáttakendum voru ekki lengur með áfallastreituröskun eftir 6 EMDR viðtöl. Önnur rannsókn þá voru það 84% eftir 6-90 mínútna og þarna sjáum við þarna eftir kynferðislegt ofbeldi 90% eftir 3-90 mínútna EMDR viðtöl. Þannig þessar tölur og þessi árangur alveg ótrúlegur. Og í raun og veru ég ætla aðeins að útskýra og það sem með EMDR og það maður vilja vita af hverju virkar þetta, hvernig virkar þetta og það enginn geta svarað því. Eina sem maður hefur getað svarað alls konar tilgátur það. Og tilgáturnar tengjast því hvernig áföll verða til og hvað í raun og veru þau gera í heilanum. Þarna svona mynd af heilanum eftir þróunarsögunni, appelsínuguli parturinn, það svona gamli partur heilans eða skriðdýra partur heilans, það það sem að öll dýr hafa og heldur líkamannum gangandi, sér hjartslátt, sér öndun, sér blóðþrýsting og þetta þessu kerfi alltaf til að halda okkur lifandi. Græni parturinn þarna, þar erum við með minningar og tilfinningar og það eru dýr sem eru aðeins þróaðri sem hafa þetta, sem að muna ef það eitthvað svona hljóð, þá forða ég mér og þessi tvö kerfi vinna mjög þétt saman og í raun og veru þeirra tilgangur að halda mann á lífi. Tilgangur þeirra ekki að okkur líði vel en þannig að fókusa bara á erum við í hættu, hvenær ég í hættu, hvenær ég nógu öruggur til að fara að geta melt matinn minn og hvenær ekki. Svo þriðja kerfið það sem að þróaðri dýr hafa og manneskjan sem heila börkurinn og þar kemur rökhugsun, skipulag, í þessum part heilans sjáum við hafa hlutirnir röða reglu, byrjun, miðja, endir og þar getum við rökrétt hugsað, já ég örugg í dag, þótt að þetta hafi komið fyrir mig í gamla daga, þá það ekki að gerast í dag og svona hlutir. En það sem gerist við veit ekki hvort ég að teikna þetta upp, en það sem gerist í áfalli í raun og veru og líka það sem gerist þegar maður í mikilli hættu, þá hættir heila börkurinn algjörlega að virka, hann fer bara offline, það fer ekkert blóður lengur þangað að því við þurfum að setja allt blóðið og alla virknina í hina parta heilans sem að láta mann lifa af. Það fer allt af stað í randkerfinu og gamla part heilans til að við lifum af. Við þurfum ekki að eyða orku í það að hugsa, hugsunin allt of hæg, þannig það slökkt á hugsuninni. Það allt í lagi, maður að hlaupa í burtu frá ljóni, eftir einhvern smá tíma þá titrar kannski dýrið að jafna sig og getur þá aftur farið að, hinn partur heilans, þessi nýji partur heilans verður virkur aftur. En það sem gerist fyrir manneskjur sem frekar óheppilegt þegar við verðum fyrir áfalli, þá slokknar alfarið á þessum parti heilans og það sem við erum að upplifa skráist ekki hér á rökréttan hátt, á skipulagðan hátt, heldur festist í einhverjum bútum, óskipulegum bútum í þessum gömlu pörtum þarna. Það getur fest sem lyktir, sem einhver brot af minningu, einhver litur, manneskja í rauðri peysu,
jólatónlist, eitthvað svona, þannig að þetta alls konar svona gamli bútar af minningum sem festast í part heilans þar sem ekki tungumál og sem getur svo virkjast hvenær sem segjum það hefur orðið eitthvað slæmur atburður jólin, kannski foreldrarnir fóru að slást jólin en Siggi man ekki eftir því, eina sem hann veit alltaf þegar að kemur jólatónlist í nóvember þá fer hann að líða rosa litla, eða hann fer að finna lykt af jólasteikinni þá allt í einu fær hann magaverk eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þarna eru þessi gamlar áfalla minningar sem eru fastar í heilanum og ef maður skoðar það þarna vinst og það talið að flest þessa áfalla festast í part heila aftarlega í gamla partinum og hægra megin meðan við úrvinnslan, rökhugsunin meira vinstra megin framan í forheilanum og í raun og veru ein kenningin að í EMDR með því að fara fram og tilbaka eða banka hægri og vinstri þá geta þessi partar heilans talað saman. Hin kenningin að við róum taugakerfið nógu mikið niður þannig að þessi þótt að virkist áfallið að þessi geti vaknað aftur og sagt það allt í lagi, í dag ertu svona gamall, þú ert á öruggum stað, þetta ekki eiga sér stað lengur, þannig að þessi róast og þessi með skynseminni getur talað við þann sem í áfalli eða áfallapart heilans. Þetta skýrt? Ok, frábært. Og í raun og veru það sem gerist í áfalli að ekki bara lokast á þennan part heilans og það festast minningar á stað þar sem við höfum erfitt með að ná í þær. Persónuleikin okkar skiptist líka í tvennt og ég veit ekki hvort að kannski ef ég teikna þetta upp, segjum sem svo að segjum þetta Gunna og hún í þannig ástandi að hún hefur ekki orðið fyrir neinum slæmum áföllum, hún bara heilbrigð þegar eitthvað gerist í hennar lífi, þá getur hún unnið úr því. Henni líður kannski mjög eitthvað stressuð í smá tíma, getur unnið úr því, já þetta var vont og nú þetta búið. Þannig að hún bara vinnur úr öllum sínum erfiðu atburðum þannig. En svo gerist eitthvað í hennar lífi sem áfall, sem þýðir að heilinn hennar og kerfið hennar ræður ekki við það. Það sem varnarkerfi heilans, það sem heilinn gerir, hann býr til bara hann splittast hann býr til í raun og veru 2 persónuleika. Einn persónuleika sem Gunna, en þetta Gunna sem ætlar að halda áfram að vera til og mæta í skólan og ætlar bara að gleyma þessu og í raun og veru kannski hún búin að gleyma þessu. Og svo annar partur sem heldur kannski á óendanlega mikilli sorg og það getur verið að Gunna viti af honum en vilji helst ekki fara þangað en svo getur líka verið, hann bældur niður þessi partur segja hún kannski bara 5 ára þarna þegar þetta gerist og í dag hún 45 ára og hún heldur áfram og hún ekki sama manneskjan lengur af því nú hún ein Gunna sem alveg rosalega dugleg, kannski ekstra dugleg í skólanum og mjög mikið að læra heima meir en áður en hefur ekki lengur, hún hefur ekki tengsl við þennan part af sér sem heldur á óendanlega mikilli sorg. Og ef hún vinnur ekki úr þessu og þá getur verið að þessi partur sem bara 5 ára og ennþá ekki búið að losa þessa sorg, hann taki af og til yfir og þessi kona kannski fungerar mjög vel en af og til þá tekur þessi partur algjörlega yfir og þá verður sorgin það mikið að hún getur kannski ekki mætt í vinnuna í heila viku. Og svona eftir hvað eru fleiri áföll þá safnast fyrir kannski eitt rosa reiður partur og eitt sem alveg upplifir sig yfirgefin og rosa hræddur. Ég veit ekki hvað skrimsli að tekna hérna. En allavega það sem gerist þá eins og við eigum innra með okkur einhverja persónuleika, einhver særð börn sem eiga sér sjálfstætt líf sem taka stundum yfir. Þannig sem útskýrir akkurru þegar sumir, ekki allir, akkurru þegar ég verð ég reið eins og ég sé 8 ára, ekki reið eins og ég sé
45 ára. Akkur verð ég sorgmætt, það sorgmætt að mér finnst ég bara þurfa að deyja þótt ekkert hafa gerst. Það þó kannski að því einhver sorg sem var til þegar ég var 5 ára. Þannig að þetta í raun og veru, það sem ég að lýsa núna eru svona partar, þetta svona partakenning. Og það til nokkra kenningar og partameðferðir og í dag eru fleiri áfalla meðferðaraðilar að blanda saman EMDR og partavinnu. Af því við þurfum að ná í þessar stelpur og þessa reiðu og þessa sorgmætu og til að vinna með þeim. Og svo kannski hér einn 45 ára partur sem segir bara sko nei, hjá mér allt í fínasta lagi og ég duglegust í vinnunni og þú veist kannski komin í meðferð út af einhverju en þá þarf svolítið að vinna með þessum parti líka og fá leyfi hjá honum til að skoða þessa. Þannig að þetta ástæðan og hérna bara örstutt, ég ætla ekki að fara neitt í dýptin á þessu. Kannski þarna fyrsti hringurinn, þar ANP það þýðir fyrir bara þær raun og veru þessi functional partur, þessi duglegi, þessi sem mætir í vinnuna, apparently normal og EP tilfinningaparturinn sá sem heldur á allri sorginni. Og þarna þú hefur eitt svona áfall, þá áttu eitt svona part sem kannski bara eitt reiðan part. Svo ef þú hefur orðið fyrir með fleiri áföllum og það nú algengara þá áttu marga parta. Og svo ef þú hefur orðið fyrir mjög alvarlegu áföllum þá áttu kannski nokkra persónuleika eins og þegar maður með það var kallað multiple personality disorder í gamla daga að maður man ekki hvenær maður kannski 16 ára sigga í hálftíma. Og svo maður bara Guðmundur 50 og maður man ekki á milli. En það alvarlegri svona áfallaröskun. Þannig að þessi partar, og maður hefur svolítið stúderað þessa parta og það hefur verið talið og þetta geta verið þeir verða út frá viðbröðunum, varnarviðbröðunum okkar. Þannig það geta verið annarkvort á maður part sem að berjast eða flýja, eitt sem í tengslaópunu sem bara upplifir rosalega mikla höfnun. Eða partur sem frosinn sem vill bara einangra sig, helst ekki hreyfa sig og eða annars sem undirgefin og allir þessi partar vilja oftast nota einhvers konar fíknir eða eitthvað til að gera það bærilegt að vera til. Þannig allavega, ég held að eftir allt þetta sem ég búin að lýsa þá fer ekki milli mála, það mjög mikil þörf á áfallavinnu og það kannski ekki nægilega mikil áfallavinna í boði og ekki fyrir þá sem að þurfa á því að halda. Eins og EMDR vinna mjög góð en það erfitt að komast í það og það mjög kostnaðarsamt, þannig það bara alls ekki allir sem að þurfa á því að halda sem að komast í það. Þannig að maður skoða hvað hefur mannkynið gert til að vinna úr áföllum og það mannfræðingar sem hafa komist að því að í raun og veru allan heim þá gerði fólk sem hafði orðið fyrir áfallið að var að fara í stríð eða ef einhver þjóð ættbálkur var á leiðinni í stríð eða kom úr stríð eða eitthvað slæmt hafði gerst, það var alltaf sama athöfnin sem var framkvæmd. Þau komu saman, þau sögðu söguna á listrænan hátt, annarkvort í dans eða með myndlist eða öðru og svo var gert eitthvað hægri vinstri eins og í bilateral, annarkvort dansað eða trommað eða eitthvað, þannig það sama og verið að gera í EMDR. Og þannig að eitt af því sem mér datt í hug þegar ég skrifaði mastersritgerðina mína EMDR og listmeðferð og komst á öllu þessu og sá þá að það voru sálfræðingar sem hefðu þróað EMDR meðferð fyrir hópa sem ég hugsaði þvílík snilld að það svo margir sem þurfa á þess að halda og akkur ekki, að bjóða upp á þetta og þarna í Mexíkó hafði orðið einhverjar hamfarir og það var stórir hópar sem þurfti á þess að halda og hann fann bara í staðinn fyrir að gera svona þá var komist að því að það var nóg að væri eitthvað tvíhlið áreiti þannig það var hægt að gera svona, það hægt að banka á hnén á sér, það hægt að gera með þess að rugga sér hægri vinstri. Allt þetta virkar sem tvíhliða áreiti. Þannig að þeir þróuðu EMDR fyrir hópa og ég setti þá á stað eitthvað svoleiðis, hannaði mína eigin EMDR hópa meðferð
þar sem að ég nota, og þeir gerðu það upprunalega líka í staðan fyrir að þeir hafði ekki, hver og einn hafði ekki einhvern sálfræðing til að tala við, þá tjáðu þeir söguna sína í mynd. Þannig að hver og einn teiknar þetta, hvað gerðist, vinnur svo úr því, svo teiknar hann aftur og vinnur út. Og ég þróaði í raun og veru meðferð eða form sem mjög sambærilegt og eins og ég lærði í listmeðferðinni þá listin svo heilandi í raun og veru og ef við skoða eins hvað listin gerir þá það eins og þarna heill listi af því hvað listin gerir. Við eigum oft erfitt með að tjá tilfinningar okkar, sérstaklega ef þær eru erfiðar og í gegnum listin þetta að tjá svo margt sem svo erfitt að tjá með orðum. Alveg eins og maður þar segja ég elska einhvern, hvernig tjá ég það? Það stundum betra bara að tjá það í einhverju lagi eða með einhverju tákni eða eitthvað svoleiðis heldur en með orðum. Og sama gildir með áföll, bara tjá og tilfinningar. Tjá það í gegnum listina. Hún róar taugakerfið, hún virkjar og vekur ímyndunaraflið, hún veitir aðgang að gleymdum minningum eða ómeðvituðum hlutum. Hún vekur upp gleði. Hún talar tungumál táknana, oft getur eitthvað eitt tákn sagt miklu meira heldur mörg orð og hún notast við öll skilningavitin eins og áföllin eru skráð sem lyktir, sem einhver tilfinning í líkamanum, þau eru í líkamanum og listin notar það og í listin erum við að vinna með hreyfingu eins og í mínum námskeiðum, það er alltaf dans. Við notum leir, fólk leirar tilfinningar sína, það leirar tákn. Það er söngur sameinar hópinn og róar. Það er listræn úr leiklistinni, listræn tjáning sem að býr til samheldni í hópnum og bara það er bara líka skemmtilegt í staðan fyrir að sitja og þá er þetta sameina eitthvað sem er skemmtilegt og gerir mann glaðan og að vinna úr áföllunum. Þannig að það er í raun og veru langskemmtilegasta leiðin sem ég veit til að vinna úr þessu öllu. En allavega, það er svo að teiknað áfallið, þarna erum við að vinna með penslu við í hópvinnu minni, þá erum við bara með svona venjulega pastelliti og maður teiknar með vinstri, örstutt, dregur niður áfallið að tilfinningun eitthvað bara í 1 mínútu, skrifar svo niður. Svo tökum við englafaðmlagið, maður vinnur úr þessu, skrifa niður hvað upplifði ég, tekur englafaðmlagið aftur, svo aftur kannski teikna eða leira hvað sem á við að hverju sinni. Og í raun og veru í listinni þá er alltaf og í listmeðferð og sérstaklega í expressive art therapy þar sem er unnið úr einu listformi yfir í annað, þá er unnið með hreyfingu, það er unnið með tónlist, það er unnið með sem sagt að segja sögur og það er unnið með líka hljóðið eða hugleiðslu. Já, núvitund, ég vinn líka með núvitund í námskeiðunum mínum og núvitund breytir heilanum. Einmitt þessi partar heilan sem ég var að lýsa, stækkuðu og minnkuðu, það breytist, það er til dæmis mandlan stækkar ef maður er með mikinn kvíða og með áfalla streituröskun. Svo er hægt að taka myndir fyrir og eftir 8 vikna hugleiðslunámskeið, mandlan er minni eftir 8 vikna hugleiðslunámskeið og manneskjan upplifir minni kvíða. Þannig það sem ég er að segja er EMDR er ekki eina lausnin við áföllum, það eru svo margar leiðir. En ef maður er með áfalla streituröskun eða er að fást við eitthvað þá þarf að vinna úr áfallinu markvisst. En þarna er ég bara að nefna leiðir sem mismunandi sem hafa verið notaðar bara í þúsundir ára. Það eru hugleiðsla, það er jóga, það eru trommur, aikido, allt þetta eru leiðir til að vinna, hjálpa líkamannum að losa áföll. Það er listin, þótt að maður sé ekki listmeðferð, bara það að skapa eitthvað listrænt, það hjálpar taugakerfinu, hjálpar mann að ná bata, koma saman í hópum, syngja í kór eða fara í gönguhópa, allt þetta, 12-spora-vinnu, hjálpar mann ef maður er með einhvers konar fíkn eða meðvirkni að gera, kynna sér það. Og ég held að það sé alltaf betra
eða hópvinna alveg óendanlega gagnleg og mér finnst sumir sem hafa verið í hópvinnu hjá mér og í einstaklingsvinnu segja að það hafi jafnvel orðið dýpri upplifun í EMDR-inu í hópum af því að maður með öðrum og við heilum saman, við komum saman að vinna úr áföllunum. Og á námskeiðunum mínum oftast farið eftir hvað eru löng í náttúruna. Náttúran heilar okkur, það vitamál og í raun og veru gengur þetta út á það að tengjast sér upp á nýtt, tengjast þessum parti sem að við yfirgáfum, þessari 5 ára Gunnu, bara fara að ná í hana, þannig hún verði partur af okkur aftur. Þannig að þessi sorg sem að okkur fannst óbærileg geti í dag bara verið sorg sem að við þolum. Að við eigum sorgmætan part sem fullorðinn og það ok, við getum verið sorgmætt, við þurfum ekki að vera leggjast í rúmi í viku þegar maður búin. Það markmið að ná í alla þessa parta, ná í þetta sjálfið verður, af því þarna það búið að splittast í fyrst 1 og svo 2, kannski fleiri parta, að þetta bara komi heim og saman aftur og maður verði að einni heild sem að ræður við tilfinningar sínar. Þessa fínu hjólaskauta þannig. Mér langar að kenna ykkur eitt í lokin, klukkutíminn alveg að verða búinn og það englafaðmlagið. Þið prófuðu áðan að gera þetta þegar við vorum að festa jákvæðminningun og við ætlum að nota þetta í englafaðmlaginu aftur. Þetta í raun og veru verkfæri sem að ég þróaði ekki. Ég bæti kannski englinum inn í það eina sem ég geri. En þetta samblandað EFT og EMDR í raun og veru. Og það maður sem heitir, hvað heitir hann áttur? Rob Benoit. Já, ég manna ekki nákvæmlega, ég biðst afsökunar á því, sem að þróa eitthvað sem mjög sambærilegt. En þetta englafaðmlagið og þetta þið getið notað þetta ef að ykkur líður illa, hvort sem það andleg vanlíðan eða líkamleg. Þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að fyrst að tengja við eitthvað jákvætt, þess að við gerðum áðan, bara svona til að festa það í líkamann. Þannig ég ætla að biðja ykkur að hugsa einhverja veru sem ykkur þykir óendanlega vænt það má vera dýr eða eitthvað unga barn, eða jafnvel hugsa einhvern sem fallinn frá sem að þið ímyndið ykkur myndi að elska ykkur og skilyrðist laust. Jafnvel einhverja verndarveru, ef þið trúið á engla eða ljósveru, sjá eitthvað svoleiðis fyrir ykkur eða eitthvað fallegt sem að kemur og heldur utanum ykkur. Sjáu jafnvel fyrir ykkur að komi ljósa ofan, finni fyrir jörðinni undir ykkur og sjáu fyrir ykkur þessar veru sem ætlar að koma að styðja ykkur. Og farið aðeins sjáu hvort þið getið séð það fyrir ykkur og svo ætlum við bara að nota englafaðmlagið í svona milli 10 og 20 sekúndur. Bara finna fyrir návist þessara veru eða þessara orku. Og anda inn þessari tilfinningu. Inn í alla frumurnar. Meira ljós, lýsa upp. Leyfa ljósuna streyma inn hvirfilinn. Taka á móti jarðorkunni. Og svo þessari veru sem heldur utanum okkur. Ok, tökum niður hendurnar. Funduðu fyrir einhverjum þægindum. Eitthvað þægilegt, svona einhverju getið látið mig vita með hendinni. Já, ok. Þannig að í raun og veru í þessu englafaðmlagi þá ætlum við að nota þetta, bæði í raun og veru, nú erum við búin að tengja þetta, við erum búin að gera þetta 2 sinnum í dag, við erum búin að tengja þetta við einhvers konar vernd, eitthvað þægilegt, einhverja fallega hugmynd. Þannig að næst þegar ykkur líður illa og við ætlum að prófa þetta núna og ætlum að taka ykkur yfir í eitthvað pínu erfitt ef þið eru tilbúin í það. Ef þið eru með einhvern líkamlegan sársauka þá er þetta að vinna með það. Ef að ykkur líður eitthvað sem pínu erfitt þá getur þið hugsað það. Ég hvet ykkur ekki til að taka allra versta áfall ævi ykkar núna. Taka bara eitthvað sem pínu óþægilegt og sem þið vitið þið hugsað það þá kemur pínu hnútur í magan eða eitthvað svoleiðis.
þið tilbúin að gera það núna? Hugsum eitthvað sem pínu óþægilegt. Þannig að æfingin felst í því að þið hafið eitthvað óþægilegt. Venjulega þurfið ekki að framkalla. Þið hafið eitthvað óþægilegt eða þið notið hana þegar þið eruð að upplifa eitthvað óþægilegt. Eruð þið öll komið með eitthvað pínu óþægilegt? Ok. Næsta sem þið gerið svona bara hvað þetta? Bara finna eitthvað svona eitt orð eða eina setningu. Þetta kvíði? Þetta depurð? Þetta sársauki? Þetta má vera setning, þetta kvíði yfir, ég kvíðin fyrir þessu, ég sárkmætt yfir þessu. Ein setning. Svo ætla ég að biðja ykkur að finna hvar í líkamanum finnið þið fyrir þessu, hvar það sterkast. Einhver einn staður þar sem þið finnið sterkast fyrir þessu. Og hvað það sterkt á skalanum 0 til 10? 10 væri bara alveg óbærilegt, 0 ekki neitt. Hvar svona skalanum 0 til 10 er þessi óþægindi, þessi sársauki? Hvað hann sterkur? Finna tölu og muna töluna. Svo ætlum við að fara með finna setningu sem hljómar þrátt fyrir sársaukan, kvíðan eða bara þetta sem þið eru með, þrátt fyrir þennan kvíða, þrátt fyrir því að ég sé kvíðinni við þessu eða leiði við þessu, þá ætlum við að finna einhverja jákvæða staðhæfingu sem getur verið, ég veit að ég ger alltaf ég geri mitt besta eða ég veit þetta mun líða hjá eða eitthvað svona sem eitthvað finnst jákvætt að hugsa, huggandi að hugsa. Takið smá tíma í að finna einhver svona huggandi setningu. Eins og ég gerði mitt besta, þetta líður hjá eða mér þykir samt vænt mig. Gefið mér merki þegar þið eru búin að finna setninguna sem huggandi fyrir ykkur. Ok, þannig að nú tökum við förum aftur í innan sársauka, upprunalega sem þið farið aftur í sársaukan, finnið fyrir honum, tökum englafaðumlagið, þar að segja við setjum hendurnar svona upp, nú skulum við banka pínu hraðar en við gerðum áðan að því við erum í úrvinnslu og svo förum við með setninguna þrátt fyrir þá og svo farið við með jákvæðu staðhæfinguna. Þetta skýrt? Þetta skilið? Ok, þrátt fyrir Ok, skulum taka niður hendurnar. Getum dregið djúpt andan. Farið núna aftur inn í það sem ykkur fannst truflandi áðan og skoðið viðbrögðin núna. Það á sama stað í líkamanum? Stundum færist það til. Og hvað það sterkt á skalanum 0 til 10? Hvað það sterkt núna? Hefur einhver fundið fyrir breytingu? Hefur talan lækkað hjá einhverjum? Gefið mér merki hjá þeim sem talan hefur lækkað. Já, ég að fá merki frá öllum hérna inni að talan hefur lækkað. Töluvert eftir hjá sumum? Það töluvert eftir. Þá ætlum við að taka eina umferð í viðbót. Þannig að við förum aftur inn í verkin og við förum með setninguna, tökum englafaðumlagið frekar hratt og við förum með setninguna þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir og þannig megum við meira sér að halda áfram þá kemur jákvæða setningin sem huggar okkur. Bara förum með þetta aftur og aftur í huganum.
Ok, við skulum taka niður hendurnar, draga djúpt inn andan. Nú skulum við skoða óþægindin sem við fundum fyrir áðan. Hvað gerist ef ég hugsa þennan hlut sem ég hugsaði áðan? Lækkaði það ennþá meira? Það lækkaði ennþá meira. Og þið tóku kannski eftir því að þegar maður gerir þetta, þá allt í einu hverfur það. Tókuð eftir því. En svo ég læti ykkur gera þetta svolítið lengi, venlega talað upp undir 30 sekúndur, en ef ég gera þetta sjálf þá er stundum bara 5 sekúndur, þá er það komið niður. Og þá held ég áfram og þið finnið það bara sjálf. Þegar ég gera þetta sjálf, þá bara finnið það, komið niður, þá metið þið töluna, það er komið niður í 4, ég held áfram, það er komið niður í 1, held áfram og komið niður í 0. Sumt fer ekki neðar en 0, en neðar en 1 eða 2, að því kannski einhver partur er ekki sáttur við það, þá er það bara dýpri vinna fyrir seinna. Og svo ef maður er komin út úr sársaukanum og finnur kannski fyrir einhverju vellíðan, ég sá eitthvað fallegt í þessu, ég sá mig fyrir mér í einhverju, þá er gott líka bara að taka nokkra svona hæga og baða sig upp úr því, að festa þá minningu, festa jákvæðu tilfinninguna. Og ef þið viljið gera það núna, milli 10 og 20 sekúndur. Ef það kom eitthvað jákvætt, sjá bara það fyrir ykkur og taka það inn, milli 10 og 20 sekúndur. Og bara taki eftir því áhrifin sem það hefur á líkamann og allt taugakerfið. Sjá þessa fallegu mynd, festa það inn með englafaðmlaginu og halda því í smá tíma. Láta alla partana vita að það sé liðið hjá, að við erum örugg núna. Og bara hvað sem að jákvæða staðhæfingin var. Heyrðu, þetta er alveg að verða búið, búin að vera algjör maraþoni. Þetta er sem sagt á glærunum sem verða aðgengilega. Ef þið viljið þetta englafaðmlag, þá getið þið sem sagt þarna skrifaðið niður hvernig maður gerir þetta. Þetta er ósköp einfalt. Ég held þetta verði aðgengilegt, er það ekki? Jú, á sem sagt YouTube eða eitthvað svoleiðis. Takk kærlega fyrir athyglina. Er einhverjar spurningar? Já? Ég fikk eina spurningu þegar þú varst að tala minni áföllin og stærri áföllin. Já. Af hverju hafa minni áföllin jafnvel meiri áhrif? Sko, það er talið því fyrr sem það á sér stað í lífinu, því fyrr breytir það sem sagt heilanum og þá hefur það meiri áhrif til lengri tíma. Í raun og veru er það örugglega tíminn, sko. Ég held að ef maður verður fyrir einhverju einelti kannski og svo er það annað að þessi sem var kallið lítil, það er oft sem tengist sem sagt einelti, einhverju félagslegu, einhverju tilfinningalegu og það er svo djúpstætt sem tengist þá oft tilbaka inn í eitthvað sem átti sér stað mjög snemma. Þannig einhver áföll sem voru bara, sem gætu verið tengsla áföll. Þannig að sem eru djúpstæð. Svara það spurningunni? Það spyrir mig einu spurningu. Já. Þegar nú er vitað að EMDR og náttúrulega listmeðferð virkar á áföllum. Hver er staðan á sálfræðingum í dag á Íslandi og heilbrigðiskerfinu? Því nú er allir rosalega hammiðaðir. Allir með matvælismeðferð. Já. Eins og í heilbrigðiskerfinu þá sálfræðing þar inni, það er bara matvælismeðferð. Já. Sálfræðingalægar matvælismeðferð. Hvernig er staðan á sálfræðingum í dag? Staðan er sú að það eru reglulega haldin EMDR námskeið og sem betur fer frábær EMDR hérna á Íslandi, frábær samtök og æðislegur kennari hjá Gyða Eyjólfs, hún sem hefur staðið fyrir því að kenna mjög mörgum sálfræðingum EMDR. Þannig að þetta er virkilega að dreifast. Ef þú færð, en svo veit ég á stofu sem heitir EMDR stofan, þannig að það eru allir að nota EMDR þar. En ég veit á sumum stöðum ennþá er það bara ham og náttúrulega því stærra apparatið og því þyngra því hægari hreyfingin því miður sko. En ég þekki það ekki það vel sko. Ég hef bara heyrt saman og þú ert að lýsa að margt sé bara ennþá hamiðað. Hamurins gera mjög lítið fyrir mann ef maður er með undirliggjandi áfall. Já, það er eins og náðu bara ekki. Það er víst þannig sko, því að maður nota bara hugsunna eins og áföllin eru hérna og það bara blokkirast. Ef maður fer að hugsa áfallið,
þá fer maður annarkvort bara í hugsunna, þá finnst ekkert úr því sem hér, sem maður þarf að fara að ná í, eða það virkjast allt hér og þá lokast á þetta. Já, það gefast upp, sko. Já. Eftir endalaust Já, það margir sem segja þetta. Ég meðferð. Búm. Já, það náttúrulega dásamlegt. En það víst, ég þekki því mér ekki vel, það líka til áfalla miðuð hammeðferð sem að virkar öðruvísi. En ég veit ekki hvað mikið hann í boði. Maður skil samt að ham getur virkað þegar þú búum heitt. Örugglega, já. Og raun og veru ham líka, EMDR vinnur líka með þetta að leiðrétta neikvæðar hugsanir og neikvæðar tilfinningar yfir í jákvæðar eða breyta þeim. Þannig að algjörlega. Eitthvað fleiri spurningar? Já, þá bara þakka ég kærlega fyrir frábært erindi og mér langar líka að þakka fyrir við erum fyrsta skipti með táknmálstúlk og bara að þakka táknmálstúlknum kærlega fyrir velunarstörf í kvöld og bara takk fyrir komuna og takk fyrir að vera með okkur í fjár. Það Takk fyrir mig.